Góðan daginn og velkomin í þátt númer 160 hér á YouTube-brásunum minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Í dag er svo mikið sem 16. júlí 2026 og ég ákvað að drífa mig að skella í þátt áður en ég fer í ferðalög og svo ég geti fara að nota það sem að hluta af því sem að ég er búin að gera. Það fyrir notkun í þessum ferðalögum. Þannig að það eru klárverk í vinnslu og hvað er á döfinni og hvað er þetta pókan, allt þetta hefðbundna og svo náttúrulega eins og mér einnig að lagi menn ég váð víðan völl með það sem er í gangi í kringum mig. Já, í síðasta þætti þá sagði ég við ykkur að ég ætlaði að fara að reyna að vinna svolítið í syndunum mínum eða uppfittunum sem eru búin að vera lengi á prjónunum og það hefur bara tekist ljómandi vel, sýnist mér. Mjög stolt af mér, en það viðurkennist alveg að það fór líka eitthvað nýtt á prjónuna, tvennt allavega og ég er búin með það og annað var verkefni fyrir Stíven og allir sem voru á prjónagleðinni voru svo heppnir að sjá það, sjalið hérna. Og svo annað sjal sem að ég gerði sem heitir Alda. Sýni ykkur það á eftir í klárunum. Við byrjum bara á því. Þetta er Alda eftir, ég er með hérna Knit Companion opinn hérna og þá fekk hann eitthvað breinfart. Nei, þarna er hann. Ég er ekki með það hér inn á enn og þið eru í símanum mínum, þannig ég get ekki flett því upp. Ég ætla að stoppa þetta og finna út úr þessu. Fann út úr þessu. Það er Guðrún Ólöf sem að á þá uppskrift og hún var með svona leik á Instagram þar sem hún var að gefa uppskriftina og gatnið í hana og einnig í vinnunni minni langaði svo að gera hana þannig að við hendum saman í samprjón og það er skemmst frá því að segja að það var og er villa í uppskriftinni en það er og ég er búin að leita til hennar höfundar með það og það einhvern veginn hún sér ekki hvað ég er að tala þannig að ég hún er rétt alveg fram að og yfir miðju en eftir það er hún ekki rétt þannig að ég þurfti að fifta það og skrifa það sjálf upp og þá var þetta bara engin vandi þannig að ég vona að það eftir að geta náða að finna út úr því. Ég gafst allavega upp á að reyna en ég notaði afgang af Drops Air í í þetta sjal því ég var bara svona að ég bara fínt að geta nýtt afgangana og stóra bleika stelpa mín og Hrafntinna fær þetta eitthvað tíman. Ég á eftir að setja kaurið á það en þetta er bara svona klassískt sjal og þá á eftir að koma kaugur á það og ég er með alls konar litbrigði í þessu og þetta var mjög vísindalega gert að þannig ég vigtaði afgangana og marlaði, blandaði eins og sést smám saman nýjum litum inni, svo er það svona smá feit í þessu og vigtaði allt og reyndi að hafa þetta eins megin. Þannig að ég á svo eftir að ég var ekkert að stressa mig á kaurinu af því að þetta er ekkert að fara neitt frá mér strax en ég vildi bara klára að gera uppskriftina einu sinni á því áður en ég færi í hana með óvönum prjónara. Og það gengur bara alveg ljómandi vel hjá henni. Þannig að þetta er fyrsta klárið og sem var ekki á prjónanum síðast þegar við hittumst. Þetta er svona eitt af því sem ég stalst þess að gera. Og og það er morgun og það er kaffi í boðinu og
var að koma úr að fá andlit á mig að fara í framköllun, eins og margir segja, og kallinu hann klippingu, þannig að það er smá friður og ró, við erum bæði í sumarfrí, þannig að þá ákvað ég að drífa í að kíkja á okkur. Svo er það Home Camisole eftir Kaidri og þetta er silkigadd frá Garn í gangi sem ég hélt tvöföldu og er bara svona bólur sem hefur geggjaði núna í hitanum í Budapest sem við erum að fara í næstu viku. Og þetta er sérst Knitting for Olive Pure Silk, liturinn Poppy Rose 98606 og þetta er bara 100% Borett silk og ég hélt garninu tvöföldu og þetta er bara mjög næs og hlakka til að vera í þessu í hitanum, sjá hvernig ég fíla það. Við höfum munið þá eftir að þetta sé að fara í þá ferðatösku. Ég þarf kannski eitthvað að endurraða í, ég var búin að gleyma, það eru 2 bólir í þessi og annað til sem að eiga að fara með. Þá bara tek ég einhverju 2 gamla upp úr í staðinn og setja þessu onni. Ég er ekki að því búin að vera bara í eitthvað svona kappi að reyna að klára og vera í fríi og reyna að vera duglega að vera löt og allt það, að þá er ég ekki einu svona eins og ég vinn að gera að vikta og vera með alltaf hreinu hvað ég nota í hvað, en ég á alveg eftir að gera það. Það er líka bara allt í lagi. Svo gerði ég Brittle Wind Capelet eftir Jessica Vinson og þetta er líka frá Garn í gangi. Þetta er eitthvað að prófa að panta annan lit og gá hvort það haldi ekki bara að sé eitthvað að mér. Ég panta eitthvað annan bleikt frá þeim. En þetta er svona sem maður getur sett yfir sig. Næs svona bara undir jakka eða eitthvað svo leys. Og ég gerði smá vitleysu í þessu. Maður byrja neðan frá og þar er náttúrulega svona snúin lykkja í stroffinu og svo enda maður hérna uppi og ég skildi ekki af hverju var German short row í þessu, en það var bara til þess að gera snúna lykkju líka þar. En ég fattaði það ekki fyrir en ég var að vera búin. Af því ef ég hefði brotið niður kragan eins og hann var, þá hefði náttúrulega ekki verið snúin lykkja út. Og af því að það hefur engin ánægja að því að prjóna snúna lykkju svona lengi, að þá bara þræti ég nálar sikkur megin við eina slétta umferð rækt upp og sneri þessu sem sagt við. Þetta var réttan, ég var alltaf að prjóna á réttunni en átti stramt til tekið að vera að prjóna á röngunni. Og lykkjaði saman til þess að fá af því að þetta er svo fallegt, en þú veist, guð minn góður, þetta er tímafrekara en hitt. En ég er mjög ánægð að hafa bara gert þetta, í staðan fyrir að láta fara í taugarnar á mér og ekki gert neitt eða fara að rekja upp og vera brjál út í sjálfa mig í marga daga yfir vitleysunni í mér að því að ég er orðin alveg nokkuð sjó í að lykkja, að þá bara gekk það. Og ég ætti að vikta þetta, en það fór ekki, þetta er afgangur af peysu. Þetta er hvað er í gangi? Svo verð ég að taka til í herberginu hjá mér, núna veit ég ekki almennilega hvar garnleifarnar hafa dagað uppi, nema það að ég sé bara hreinlega búin að vera svona duglega, ég er búin með loksins, ég held að þetta sé þeirra gargi í mig alveg hennar. Ef ég finn út úr því, þá reyni ég að smella því á skjáinn, annars bara mun ég örugglega þegar ég fer að dúndra inn á Instagramið mitt, þá mun ég örugglega setja frekar inn upplýsingarnar þar. Af því ég reyni að hafa þetta svolítið einfalt dæmi. Og
síðan það hinn sumartoppurinn og það hvað heitir það? Það heitir Prospect Tea eftir Tori Jú og það bara svona sætur sumarbólur með smá gataminstri og svo svona brugnum gæjum af og til þess að brjóta eins upp slétt prjónið. Og hann bara mjög basic og þægilegur og klæðilegur og laus á manni sem verður bara mjög gott í hitanum. Og þetta notaði ég átti 2 hespur af þessu garni, Hvitt krull heitir liturinn og það eru 425 metrar í 100 grammunum, 75% súpuvós merino og 25% nælon, garnsur og já, þetta var bara, þetta var alveg pínu slok ef maður má sletta af því að þetta á fínni prjóna en ég vön að gera kannski peysur á og frekar fínt innband í þessu, eða sérst, já, fingering. En það hafðist og ég ógeðslega ánægð með það og þessi fer í Budapest töskuna. Þannig að það lítur út fyrir að vera eins og þessi þáttum fína drætti hérna hjá mér í verkefnunum en segi sér nei, það alltaf eitthvað. Allavega nóg að teppum en það í gangi. Ég hef ekki snert á þeim alveg bara, en það kemur. Síðan það veiðivatna lopapeysan og það nú meðal annars ástæðan fyrir að ég vildi líka drífa í podcastinu af því að ég að fara í veiðivatn á morgun og það verður ekki gaman að sýna hana eftir það. Þá örugglega komið slór í hana og alls konar skemmtilegt. En þessi búin að lengja prjónunum, þetta Icewear Garn Saga, 80% ull og 20% fóliester og bara mjög basic svona peysa með löskum og víðuhálsmáli að ég frekar geta sett kraga eða eitthvað í aðhálsinum. Þannig að þessi að fara í veiðina. Þannig að hún fer í veiðivatna ferðatöskuna. Og það fór mun betur í mig að prjóna úr Icewear garninu heldur en Easter garninu. En það bara eins og það er. Ég allavega hljópa ekki upp í framan af þessu. Það alls konar gatt hérna og þessu sem á ekkert að vera hérna. Síðan þá ég búin að sýna ykkur klárinn. Held ég alveg, var ég ekki búin að sýna ykkur, skjólið, ég sýndi ykkur það síðast. Og ógeðslega gaman að fylgjast með alls konar útfærslum og pælingum og skemmtilegheitum í kringum þetta þarfa verkefni og bara geggjuð vitundavakningin sem hefur orðið, eins og ég segi, ég persónulega ekki þekki þetta úr mínum aðstæðum, en ég þekki margar konur, sérstaklega líka veit af karlmönnum að það ekki vanþörf á að eiga svona athvarf. Nú, þá það verk í vinnslu. Hérna eitt sem ég byrjaði að fella af. Og þetta á að fara í nýja ferðabílinn minn. Þetta svona hlýtt, ullarsjal. Þetta dökkbrúna held ég bara svona beint af rollunni. Þessi guli litaði með túrmerik og avokadósteik þetta hérna. Og þetta Island in the Sun eftir Susan Sommer. Og það hún vinkonu mín Judith frá Kanada sem gaf mér þetta garn og ég hef alltaf verið að vandræðast með hvað ég ætti að gera úr því. Svo þegar fór að verða svona blikur á lofti með að við færum að fá okkur eitthvað ferðatrillitæki, þá komum við með löngun að fara að gera eitthvað með þetta. Af því að það bara rosa næs að hafa eitthvað svona
hlýtt til að hendi yfir sem að þarf að hlaupa seint að kvöldið meðanótt á kló eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er sem sagt frá Topsy Farms og sko ég held að sé engin, sko það stendur hérna Dialot F20 en þú veist ég held að sé eitthvað litur, ég veit ekki. Svo er þetta sem að hún litaði hérna annars vegar turmeriki og hins vegar avocado. Judith's Soft Turmeric og Judith's Avocado. Og ég er ógeðslega glöð að vera búin að koma þessu í gagnið og ég reyndar klúðraði af því að ég náði ekki réttum lykkju fjölda því að ég kláraði alveg hvern einasta í þessu. Þannig að það eru færri lykkjur þannig að ég náði ekki alveg að gera rétt sjalið. Og ég er að hætta fyrir því en uppskriftin segir til bara því ég er búin að gera eitthvað búbú og ég nefndi ekki að finna út af því eða rekja það upp. Það er bara fallegt eins og þannig að ég bara er að gera ækort affyllingu. Ef ég næ því í dag og næ að hendur sér í bað í kvöld og lefu svo þotna yfir nótt, þá kannski næri þetta að koma með mér á morgun í fyrstu ferðina í bílum. Aðgangurinn eru dökkbrúna og það er eitthvað aðeins minna eftir af þessu ljósa sem er sennilega bara ennþá inn í stofu. Og já, ég set inn bara eins og ég segi með það sem ég klára þá ég reyna að vera dugleg að setja inn á Instagram að það er svo gaman að líta ef við farin vegum áramót. Síðan er ég að vinna hérna Umstead Sjólet og þetta eru svona alls konar fingering afgangar sem þóttu bara fallegir og langaði að setja í eitthvað svona cute lítið sjal. Þetta er bara frí uppskrift á Ravelry og hérna er ég komin í lit nr. 2. Ég var svolítið lengi að blanda honum hérna inn og ég veit ekki, ég er með svo 3 í viðbót en ég veit ekki, ég er að vinna með þennan núna, ég veit ekki hvað ég fer langt með þetta. Mögulega þarf ég eitthvað að kíkja aðeins, mér langar að ekki endilega fara út í svona áberandi litaskipti þannig að ég og eitthvað hérna sem ég get fiffað þetta til í ef þarf. En ég ætla ekki að pæla í því fyrir en ég kem aftur heim af því að þetta er ekki að fara neitt með mér. Og síðan er það bara hérna Bits and Bobs sem fór með mig til Budapest síðast. Það er bara svona ég grípi það af og til og þetta verður bara svona krægi, verður örugglega bara í ferðabílnum eða eitthvað. Það er bara næs að vera alltaf með eitthvað svona sem gott er að grípa í verkefni og þetta er eitthvað voða fallegt hérna. Fingering Guard og svo rosalegt brainfart í gangi hérna hjá mér. Spin Cycle, alls konar afgangar af því sem hafa orðið til hjá mér. Ég er bara að nýta það í eitthvað staðan fyrir að láta deyja drottni sínum hérna upp í hillu hjá mér. Geta hann ekki látið það gerast. Já, ég har sýn ykkur hérna er aðgangurinn af hérna Tori Jú hérna Prospect 10. Það er bara eitthvað svona smottir í hérna. Nú síðan er það hérna er verkefni sem verðum uppi við með mér í heimfluginu frá Budapest að þeir eru svo gjarnir á að rífa af manni prjónana í tollskoðuninni þar en láta heklunálina vera. Ég hef eitthvað aðeins kíkt á þetta eftir að ég kom úr hinni Budapest ferðinni og það var aðeins stækkað þannig að ég held bara áfram að hafa þetta sem Budapest verkefnið, heimflugsverkefnið og svo líka alveg ágætt að grípa í þetta
og ég mun sjálfsagt gera það sko af því að ég veit það ekki, ég er reyndar fitjað upp á öðru sem að ég ætla að hafa með mér í vélina á leiðinni út og svona bara við erum sérst að fara til Budapest að horfa á formúluna og það verða alveg 3 heilir dagar sem fari það og ég ætla ekkert að fara eitthvað römbast eða að hafa með mér eitthvað prjónadót á það dæmi þannig að það verður sjálfsagt ekkert eitthvað brjálæðislega mikið gert en ég vildi hafa samt til öryggis eitthvað með. Ég náttúrulega rakst á þetta poncho-æði eins og allir og amma er á Instagram. Ég er að nota allt öðru skarn og fínni prjóna. Ég ætla mögulega að fara í nei, ég held ég haldi mig bara við þessar prjónastær. Ég fitjaði upp á talsvert fleiri lykkjum að ég vil hafa þetta svona lús og ekki alveg eins gisið og ég sá í morgun reyndar að þær eru voða mikið bara að gera slétt og brugðið og ég hugsa samt að ég hafi mitt bara slétt og í það er margumtalaða Knitting for Olive Pure Silk Poppy Rose, það er bara endalaust á þessum hespum og ég fékk það frá Garn í gangi og Make It Blümchen hjá Handelskunst í Árbænum litur 1 og það eru 375 metrar á 25 grömmunum og í þessu eru 250 metrar í 50 grömmunum og þetta svona smell passar svona fallega saman þannig að þetta er á 5 mm prjónum og er á leiðinni til Budapest. Síðan er ég greinilega með einhvern valkvíða hérna en með hvað á að fara út í ferðabílinn til þess að fara með í veiðu. Ég get alveg tekið báða pókana með og sé svo bara hvað andinn segir mér. En annars vegar er það John T eftir Andrea Maury og ég ætla að nota í það Vibes frá Kyrðnitt sem er hérna netverslun og verslun hér á Akranesi og liturinn heitir Plot Twist og John T er bara svona fellega næs. Þú veist, það er alveg eitthvað að gera en samt er það svona sófakartöflu eða svona sjónvarpsglápsvænt og svona blaðurvænt þannig að þegar við erum inn í veiðhúsi að chilla þá er ekkert mál að vinna í þessu. Svo keypti ég annað öldusjal sem ég ætla að hafa skjannahvítt og ég ákvað að kaupa bara Drops Air í það og ætla að nota 6 mm prjóna í það og ég er með starti í það 4 dokkur og bara ég hugsa að þessi 2 fari bara út í bíl og svo kemur bara ljós hvað ég geri í sveitinni. Síðan datt í körfuna hjá mér af því að dóttir mín á afmæli í desember og það er svona virðist einhver hluti vegna orðin einhver hefð að ég prjóni á hana peysu í afmælisgjöf og hana langar í terrakotta svettir eftir Lene Holme Samsø ekkert eðlilega beautiful peysa svo er að stekka hérna þessi hérna og hún vildi bara fá svona svipaða liti og er á myndinni sérst af þessari og það var ekki alveg til það þegar ég þurfti að panta þetta strax gall þó ég var ekki að fara að fitja upp á strax hlutið. Þannig að munsturliturinn er reyndar sá sem er gefin upp. Það er Tin Silk Mohair frá Sandnes, litur 1099
og Tinbergint frá Sennheiser líka, litur 1088 Charcoal Melange. Og svo var eitthvað hérna sem var eitthvað öðruvísi, ég man ekki hvað það var. En það er líka aftur Tinbergint 2641 og Tinsilk 1015 í aðal. Og ég er búin að setja áminningu á hvenær ég á að fitja upp á þessu svo ég gleymi þessu ekki, af því það er svolítið síðan ég keypti gatnið og þegar maður á svona eigin búð heima hjá sér þá stundum gleymist svona dót. Og svo kom með hugmynd að hérna næstu afmælisgjöf, rampaði inn á eitthvað í gær og ég bara róum okkur aðeins sko, klára þetta ár fyrst. Hún prjónar alveg á svona sjálf, en henni finnst líka bara, hún hérna finnst líka bara gott að láta mömmu sinni gera flóknu hlutina. Hún ætla með stórt heimili og ekki alveg með fókusinn kannski í þetta heldur. Þannig að, já, þetta er það sem að ég er búin að vera að dunda mig við. Og já, ég er búin að segja það við nokkra aðila að síðustu 5-6 ár erum við alltaf búin að vera í einhverjum crazy framkvæmdum, stóran part af sumarfríin okkar, við að standsetja hús eða eins og hérna íbúðina og svona. Núna var bara ekkert sem lá fyrir sem að við þurftum að gera. Og þegar óvirkir einstaklingar eru búin að ráfa íbúðina sína í nokkra daga og veit ekki alveg hvað að gera við sig, þá fara þeir náttúrulega bara á bílasölu og kaupa sér ferðabíl. En það datt eiginlega inn á sölu svona bíl sem við erum búin að leita, 4-hjóladrifinn, ekki of stór og með svona setukrók sem hægt er að breyta í rúm og basic innréttingu. Nema hvað þessi var ekki með beinlínis basic innréttingu, það var kommóða sem við rifum úr í gær og settum trófast hillukerfi úr barnadeildinni IKEA sem bara svínvirkar þarna inni og ég saumaði ný myrkvunargluggatjöld, af því það voru ekki myrkvunargluggatjöld og ég sef svo illa ef það er ekki almennilega dimmt og þannig að ég keypti og þú veist, bíllinn er ekkert eitthvað, maður stendur ekkert upp í honum eða neitt svoleiðis þannig og þegar allt er svona dökkt inn í honum þá er þetta allt mikið minna þannig að ég keypti bara einn stóran væng í IKEA af ljósu efni í myrkvunar hjá okkur og sneið það bara til og saumaði þessa 4 glugga og nú er þetta bara geðveikt og strax mikið léttara því að það er ljóst. Svo er ég að bíða eftir að fá þannig að núna er áklæðið á sæta og rúmsvæðinu eins og dóttir mín orðaði að þetta er bara eins og strætó, svo áklæðið á strætó. En ég er að bíða eftir að fá sent áklæðið á þetta einlitt, bara fallega grænt einlitt og þannig að það verður svona, væpið verður svona grænt og ljóst til þess aðeins að fríska upp á þetta og gera þetta kósí. Svo bara dúkur á gólfinu og Helga náttúrulega fór það bara og keypti baðmáttur 2 sem að smellpassa í þetta og gera bara gat fyrir fótinn, þannig að það er bara gott að vera geta farið úr skónum og ekki verið kalt tánum. Það er að sitja og spila og borða og hafa það huggulegt. Og það er að hafa þetta sem baðmáttur af því þá bara getur maður hent svo í vél þegar þetta er skítugt. Og já, þannig að við bara náðum að sansa hann í gær, þurftum aðeins að láta renna yfir olíu á honum og eitthvað svona sem var gert í fyrradag og bara eigum örugglega svo eftir að, já, við erum bara að bíða eftir alls konar stöffi hérna og þaðan til þess að gera hann nákvæmlega eins og við viljum hafa hann, en þetta bara tekur allt sinn tíma og kostar líka. Við erum ekki ennþá búin að ákveða hvort við ætlum að fá topptjald á hann eða fortjald við aðalinninganginn eða fortjald aftan á skottlokið. Ef við ætlum að hafa aftan á skottlokinu þá þurfum við að breyta aðeins hjá okkur þannig að það sé hægt að labba inn úr, það er ekki hægt eins og það er fastu bekkur alveg á milli. En þá getum við ekki heldur haft það þannig að maður getur keyrt frá bílnum, þá er alltaf að pakka niður tjaldinu, þannig að ég hugsa að lendingi verði annarkvort fortjald á hliðinni
Mér finnst það svona líklegast. Ég sé mig ekki alveg í anda vera að fara 2-3 á nóttu að príla niður úr vagnanum til þess að pissa. Bara svo það sé sagt. Og ekki eins líta eins og inn í bíl. Það er hérna miðstöð í honum og svona, þannig að já, þetta er bara, við erum ógeðslega spennt. Og sumir voru bara vaknaðir klukkan 4:30 í morgun að hugsa alveg, spá og spekulera. Og hérna við eigum bókað í veiði frá laugardegi til þriðjudags en við þurfum að koma heim seint á mánudagskvöld að við höfum flug snemma á þriðjudeginum. Það átti að vera kvöldflug, breyttist í morgunflug, allt í lagi. Svo datt okkur í hug í gær fyrst við náðum að græja bílinn að hafa samband og athuga hvort við mættum færa hálfa daginn á þriðjudaginn yfir á laugardagsmorguninn og hafa þá bara heilan dag allan laugardaginn í staðinn fyrir hálfan. Og það var ekkert mál, fyrst við erum með gistingu á hjólum sjálf, svo förum við bara í veiðihúsið á laugardaginu með þegar restin af hópnum kemur. Og já, og við erum að rjúka heim þannig á mánudeginum til þess að fljúga út til Budapest og fara á formúluna. Það er yfir 30 ára gamall draumur hjá okkur. Þetta með bílinn er aðeins nýri draumur en en það er bara ýmislegt búið að ganga á í kringum hann sem minnir mann á að ef maður þarf ekki að bíða af hverju að bíða. Fekk væna áminningu núna í sumar þegar ég misti frænda minn sem er aðeins eða svona svipuðum aldri og Helgi minn og það sýnir manni hversu fljótt hvernig lífið getur breyst á örskots stundu. Og hann var svona ævintýragjarn og elskaði að ferðast og þvælast upp fjöll og fyrnindi og mikill bílakall og mikill formúluaðdáandi og það var svona það sem setti bara punktinn í það við fórum aðeins að líta betur í kringum okkur og svo var þessi bíll alltaf að væflast fyrir augunum á okkur. Og við förum að segja vini okkar frá þessu sem er í veiðistúsinu eins og við og svo sendir hann skilaboð eitt kvöldi er það þessi bíll sem hann er að spá í. Og við bara já, og hann já þetta er alveg flott bíll, svo við töluðum við og þessi gauri hefur alveg vit á bílum og við ekki eins. Svo við töluðum við tengdason okkar sem veit mikið bíla og er bifvéla virki og létum hann svolítið svona haldi í hendina á okkur í gegnum þetta. Og við komum bara heim með draumabílinn, 4-hjóladrifinn transporter, ógeðslega ánægð, sjálfskiptur og hugulegur. Þannig að það bara, nú bara að keyra fleiri ævintýri í gang. Og við erum eiginlega bara búin að vera að bíða svolítið eftir þessum part í sumarfríinu og ennþá meira spennandi að geta farið á bílnum upp yfir og náttúrulega helvíti óheppið með veðrið. Það var geðveikt þegar þau byrjuðum í sumarfrí fram yfir ískata og svo bara nepp, höfum rigningu á Vesturlandinu. Látum rigna svolítið á þetta leiðina en nú er að stytta upp. Og en það er líka bara gott. Ég hafði alveg gott að ég aðeins að fara niður. Ég er búin að taka duglega til hendinni í blokkinni. Við erum eftir að gluggarnir voru settir í bæði íbúðirnar að framan og sameignina þá var eitthvað svo áberandi sjúskuð millihurðin þó hún var alveg í góðu standi og engin ástæða til þess að skipta hún út þá fékk ég leyfi til þess að mála hana og búin að gera það okkar megin og kemur bara ógeðslega vel út og ætla að fara eftir sumarfrí í að gera í hinum stigaganginum. Við máluðum grindverki fyrir utan blokkina og rifum upp hluta á grindverkinu sem á bara að þvælast fyrir fólki og allir bara fegnir að losna við og það er bara svo miklu skemmtilega að koma heim þegar aðkoman er fín og snyrtileg. Þá fer, það er bara gaman að koma að blokkinni og sjá hana vera að rísa svona upp úr öskustónni og næsta dagskrá er að fara að skipta rennur aftan á húsinu og múrviðgerðir, steypu og múrviðgerðir og vonandi byrja bara rennuskipti núna meðan við erum í burtu og ég er bara bíð eftir að heyra í múrgæjanum. Það var ákveðið í gær að henda í þetta verkefni. Þannig að það er aldrei logn hjá sumum og
sjálfsagt verð ég nú búin að skandalisera eitthvað fyrir næsta hitting okkar hér og fitja upp á einhverju nýju. Ég er rosa ánægð að hafa náð að halda þessum dampi að ég er að ná að Helgi kom óvænt heim alveg eins og jólasveitnin hérna og ég var að pása ykkur með. Náð að halda dampi og klára svolítið af prjónunum. Það var mjög góð tilfinning og ég ætla bara, þú veist, það er ekkert langt í land með það. Það er ekkert heldur núna sem að svona er búið að vera of lengi í gangi og fara að pirra mig og eitthvað svona annað en teppin, en það er bara, maður veit það þegar maður byrjar á teppi, það tekur tíma. En allavega þá bara óska ég ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless.